hægt að skipuleggja einn góðan dag á Norðurlandi eða þarf maður fleiri? Það hægt að skipuleggja einn góðan dag og hann verður frábær, en við markaðssetjum svæðið þannig að maður þurfi fleiri. Við leggjum áherslu á að þú þurfir 5 daga á Norðurlandi á síðan 90% líkur á að þú sjáir norðurljósin. Það eitthvað sem margir hér eru að leita eftir. En einn frábær dagur á Norðurlandi, hann innifelur oft hvalaskoðun, hann innifelur böð, góðan mat og auðvitað bara frábæra náttúru og mjög aðgengilega náttúru. Þetta náttúrulega gríðarlega stórt svæði og gríðarlega margt í boði. Það langur listi og farum að telja þetta allt saman upp, en hver svona helsta sérstaðan við Norðurlandi? Sérstaðan vetrarævintýrið. Við erum með snjó, getum nú nánast tryggt það að við séum alltaf með snjó, þannig að við erum með rosalega öflugt skíðasvæði. Bæði skíðasvæðin okkar sem eru svona fyrir venjulega fjölskyldumann og síðan þyrluskíðasvæðin á Tröllaskaganum sem eru að gera frábæra hluti. Þannig að menn segja svolítið, þú getur byrjað á fjallstoppnum og þú getur alveg rendir ofan í sjó, farið í bað og kafað síðan og alltaf verið að upplifa góðan vetur. Hvernig staðan á ferðaþjónustunni á þessu svæði í dag? Hún góð. Okkur að fjölga mikið. Það verið að vinna mjög mikið í þróun og þjónustu. Fyrirtækin hafa verið að byggja upp þjónustuna hjá sig til þess að geta tekið við fleirum. Auðvitað var sumarið ekkert alltaf gott og hjá okkur það ennþá þannig að við erum með mikla árstíðasveiflu, þannig að sumarið þarf að vera alveg frábært af því að veturinn hefur ekki náð sér alveg á strik, en við erum farin að sjá lengri haust og þetta byrjar fyrir á vorin. Og beinaflugið okkar frá Bretlandi auðvitað að skipta mjög miklu máli og við hlökkum til að sjá framhald á aukningu á flugi. Helstu áskorunar í ferðaþjónustu á Norðurlandi, hver eru þær? Þær eru samgöngur. Okkar áskorunir liggja í samgöngum, bæði samgöngur á landi og flugið. Samgöngunar á landinu bara koma sér norður, það situr oft í mönnum og það situr jafnvel í íslenskum aðilum sem að koma hingað að þurfa að keyra eða kaupa sér flug norður. Það svo auðvelt að vera bara í höfuðborginni, gista þar og taka kannski dagsferðir í nánasta umhverfi, þannig að við erum alltaf að reyna að selja það sem lengra frá, gefur þér frábært ævintýri og býður upp á sömu gæði og eru fyrir sunnan. Síðan líka áskorun hjá okkur, það bara aðgengi að náttúruperlum. Það oft verið að tala um að við þurfum að hafa ákveðna segla til þess að menn komi til okkar og við erum með þá í náttúrunni. Dettifoss og Hvítserkur eru mjög stórir, en að vetri til þá bara ekkert verið að moka að þessum náttúruperlum og það okkar stóra áskorun í að kynna vetrarparadísinn á Norðurland. Eru mikil tækifæri á svæðið meira inni ef við horfum fram á næstu ár? Já, það eru mjög mikil tækifæri inni. Við erum rétt að byrja og við finnum það bara að snjóboltinn að byrja að rúlla hjá okkur. Það sem við erum að gera núna, til dæmis með ferðaþjónustunni, það Arctic Coastway þróunarverkefni, ferðamannavegurinn Norðurstrandarleið. Þar erum við að fara eftir öllum nesjónum okkar, eftir strandlengjunni og erum þá að sjá önnur svæði heldur en hafa verið vinsælust. Við erum líka að þróa svæðið þannig að við getum tekið við margra daga ferðum. Það alltaf eitthvað nýtt að sjá, þannig að það verið að þróa mjög mikið samstarf hjá fyrirtækjum sem að skila okkur alveg frábærum árangri. Þannig að við erum bara í starthólunum. Til hvers að koma á Austurlandi? Já, til þess að njóta friðar og slappa af. Austurlandi gríðarlega stórt, það víðfemt og búa fáir og það ofboðslega fallegt og fjölbreytt. Við höfum firði og hálendi og hérað, þannig að við hvetjum alla til að koma austur og njóta lífsins. Myndirðu segja að þetta væri kannski helsta sérkennið hjá svæðinu, þessi kyrrð og ró? Já, klárlega. Við höfum náttúrulega svakalega stórt landsvæði og eins og ég segi, það ekkert margir sem búa þarna. Það eru fjölmargir bæir og þeir eru litlir og þeir eru fallegir og þeir eru skemmtilegir, þeir eru mjög mismunandi og þú getur fundið eitthvað sem höfðar til allra fyrir austan. Þetta eins og segir, mjög víðfemt svæði. Hægt að plana einn góðan dag á Austurlandi eða þarf maður fleiri? Sko, við getum planað mjög marga góða daga á Austurlandi og það fyrir kannski eftir bara bæði árstíð, áhugasviði og öðru, en það ekkert mál að plana góðan dag. Alveg saman átt að bara stoppa við næsta foss og henda út í móa eða keyrum og skoða eitthvað sérstakt, söfn eða firði eða fjöll. Hvernig myndirðu meta stöðuna á ferðamannastraumnum á Austurlandi eins og hún í dag? Ég held að staðan sé bara mjög góð. Við erum með fjölþætta ferðaþjónustu og hún dreifð á góðan hátt fjórðunginn. Staðan hefur verið bara fín eftir sumari og ferðaþjónustaðalega eru flestir bara nokkuð góðir. Það eru vissar breytingar sem eiga sér stað en það ekkert endilega góðar eða slæmar. Við bara vinnum með því, þannig að við erum bara bjartsýn fyrir austan.
Sjáu þið miklar sveiflur eftir árstíðum í ferðamannastraumnum? Við sjáum það náttúrulega, við erum lengst í burtu, við fáum mikið af fólki á sumrin og færri á veturnar og það sá árstími sem við höfum verið að vinna svolítið með að það veturinn og axlirnar vor og haust. Okkur hefur samt gengið ágætlega með það en betur má að duga skal og við erum búin að vera að reyna að bjóða fram góða pakka og góða þjónustu á öllum árstíðum. En ferðamannastraumurinn hefur lengst þó þegar á heildinni litið síðastliðin ár. Ferðamenn eru lengur fram á haustin þeir koma fyrir á vorin og við sjáum það alveg. Þannig við þurfum bara að vinna betur með það áfram. Ef við horfum svona fram í tíman, næstu áskoranir á Austurlandið mikið inni að þínum mati? Næstu áskoranir fyrir okkur náttúrulega bara eins og vanalega. Við erum langt í burtu. Það fyrir fólk sem lendir í Keflavík og keyrir alla leið austur og þetta löng leið. Þegar að ferðamaðurinn styttir ferðirnar sínar að þá fer hann ekki endilega hringinn og það eru þær áskoranir sem við þurfum að fást við. Það fjarlægðin. Og við myndum náttúrulega vilja að fá beint flug hingað norður eða austur. Við höfum verið að vinna með það að reyna að markaðsetja okkar flugvill og höfum mikið áhuga á því. Og það bara eitthvað sem eitthvað vonandi sem gerist í framtíðinni. Hvernig á ég að upplifa Austurlandið? Afslappað. Dagný, Suðurlandið, það svo miklu meira heldur en bara höfuðborgarsvæðið. Þetta heill landshluti. Já, við erum náttúrulega, þeir kostum gætt að við erum næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið og alþjóðaflugvöllinn. Þannig að það sannarlega einn af styrkleikunum okkar en veikleikinn því að við fáum mikið af dagsferðamönnum sem kostur en við viljum gjarnan fá ferðamannin til að dvelja lengur hjá okkur. Þannig að það eitt af því stóru verkefnunum okkar og trúðu mér, margt að sjá og margt að gera og við viljum hægja á ferðamannum og fá hann til að upplifa og njóta þess sem að Suðurland hefur upp á að bjóða. Þegar maður tala við hin landsvæðin þá eru þau að reyna að fá ferðamannin inn á sitt svæði en þið þurfum að horfast í augu við aðrar áskoranir, þið eru með ferðamannin hjá okkur. Já, en samt sem áður erum við líka með þær áskoranir að innan svæðisins mikla sveiflur. Sum svæði, alveg rétt, eru með mikið af ferðamönnum og það vel, en önnur svæði eru jafnvel í sömu stöðu, þannig að sveiflurnar innan sama landslutans eru gríðarlegar. Við viljum þegar að ferðamaðurinn fyrir að kynna sér landslutan að hann lítur svolítið á svæðið sem heild. Það eru svona 3 meginsvæði, vestasta svæðið sem næst borginni, miðsvæðið sem kallað Jarðvangur og Vestmannaeyjar og svo austasta svæðið sem í raun og veru alveg á Hornafirði og Lóni í austri sem í raun og veru ríki Vatnajökuls. Þannig að innan hvers svæðis svo mikið fjölbreytt þjónusta og mikið að vera að við viljum gjarnan að ferðamaðurinn líti á það sem bara skyldu sína að dvelja hjá okkur og keyra ekki bara einn dag fram og tilbaka. Ef ég að skipuleggja mér hinn fullkomna dag á Suðurlandinu, hvað ger ég? Ég myndi ekki segja að það sé ekki til einn dagur á Suðurlandi. Það bara svo gríðarlega margt í boði og eins og ég kom inn á áðan, þetta eru við erum með 500 kílómetra af strandlengu, við erum með allar stærstu náttúruperlurnar, við erum með fullt af aftreyingu, flottum veitingastöðum, við erum matarkirstan, það matarframleiðsla Suðurlands, landbúnaðarhéraðið okkar, þannig að það bara taktu fleiri daga heldur en einn. Það í ráðinn sko. Og hvað viltu gera? Viltu fara í snjósleða, viltu fara í hellaskoðun, viltu fara í íshellaskoðun, viltu fara á hestbakk, viltu fara að njóta og slaka á, fara á söfn og sýningar, þetta bara, listin endalaus. Hvernig svona staðan í ferðaþjónustunni eru öll svæði jafnvel undirbúin fyrir allan þennan ferðamannastraum? Já, við þurfum náttúrulega að taka á svona aðgangsstýringu og fara að setja einhvers konar ramma. Aftur á móti getur komið á fjölsóttu perlurnar okkar, til dæmis eins og ég nefni Gullna hringnum, á öðrum tíma dags heldur en kannski þetta 12-4, þá getur verið bara einn með sjálfu þér. Þannig að það líka stýring eða sveiflur innan dagsins sem að telja, en sannarlega yfir sumarmánuðina og á sumum tímum mikið af fólki. En ég held bara að gestirnir okkar séu ánægðir. Yfir alla landsluta og samkvæmt könnunum eru ferðamenn sem koma til Íslands ánægðast með Suðurlandið. Þannig að við höldum keika áfram. Það að sjá aukningu í ferðamannastraumnum og ef við horfum bara á næsta ár, hvernig lítur framtíðin út fyrir Suðurlandið? Ég held að þessi umræða að það sé hrun í ferðaþjónustu sé ekki endilega málið. Það hefur vissulega hægt á vextinum. Við verðum varuð það eins og aðrir, kauphegðunin að breytast, þannig að það eru teikn á lofti á ýmsum sviðum, en ég held áfram sæmilega bjartsýn.
Hérna þessar nágrannar þjóðir, Færeyjar, Grænland og Ísland komin saman. Hvaða þýðingu hefur það að koma saman og hefja þetta samtal milli ferðaþjónustu aðila? Við erum búin að vinna þó nokkuð mörg ár saman og við erum alltaf að sjá það meira og meira hvaða raunverulega þegar við erum komin til heim, hvað við erum náttúrulega á sama svæðinu sérstaklega og það náttúrulega gríðarlega tækifæri því að kynna þessa áfangastæði saman, þannig að þú getur líka komist á þessi Grænland og Færeyjar frá Íslandi, þannig að það eru margir sem hafa áhuga á því að selja sameiginlega pakka. En síðast en ekki síst geta Færeyingar og Grænlendingar verið að kynnast íslensku fyrirtækjunum og fram og tilbaka og þetta hefur sannast sig að skipta gríðarlega miklu máli. Það sem samt með þessi lönd að við höfum mjög svipaðar vörur í raun en við erum náttúrulega mjög misjafnlega á veg komin varðandi vöruþróun og fjölda og áhuga í heiminum á viðkomandi löndum. Þannig við séum alltaf bara samlegð í samstarfi og höfum gert það bæði með þessari ferðakaupstefnu og þessu samstarfi sem heitir NATA og ferðamálasamstarf þessara 3 landa og á bara eftir að eflast í framtíðinni. Þannig hérna bæði verið að búa til tengsl milli þjóðana og líka verið að deila upplýsingum og vinna saman. Já, við erum bæði að vinna á grunni þess að kynnast löndunum að sjálfsögðu en ekki síst að kynna fyrir erlendu ferðaheildsölum hvað við höfum fram að færa. Og það náttúrulega ákveðin tækifæri í því að efla viðskiptatengsl en það sem við mögum ekki heldur gleyma það að búa til ný viðskiptatengsl og viðhalda því sem skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Og við megum alls ekki gleyma því sem áfangastæðurinn Ísland að þó að það sé komin ákveðin fjöldi núna til landsins, þá hann ekki kominn og ætlar hér að vera eilífu. Við verðum að halda áfram að auka vitund og áhuga á landinu okkur öllum til heilla. Og ef við horfum fram á næstu ár, erum við að læra eitthvað hérna af nágrönnum okkar sem við getum nýtt okkur til þess að bæta okkar ferðaþjónustu næstu árin? Já, það hefur náttúrulega alltaf, við erum til dæmis á Vestnordi núna, hefur við lagt áherslu á sjálfbærni og ábyrga ferðahegðun og það eitthvað sem við höfum áhuga að vinna sameiginlega. Við kynntum til leiks Icelandic Pledge sem eru 8 loforð hvernig þú getur ferðast sem ábyrgur ferðamaður á Íslandi og þetta hafa nágrannaþjóðir okkar verið að skoða. Það er líka ákveðin gæðaverkefni sem hefur verið skoðað eins og Vakinn sem að Ferðamálastofa er með, það hefur verið skoðað á milli landa. Við erum líka að nýta mjög mikið að tölum gögnum sameiginlega. Það náttúrulega mjög svipaðir markhópar sem við erum að vinna með, markasvæði, þannig við geta deilt ýmsum þannig upplýsingum og vinnum saman í gegnum okkar svona formlega samstarfa því alla daga. Þannig að við getum hort fram á bjarta tíma í ferðaþjónustu á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi næstu árin. Já, svo sannarlega og ég held að þau myndu segja það nákvæmlega sama á sínum skrifstofum í Færeyjum og Grænlandi að þetta sé bara samstarfi eykur slagkraft í þeim skilningi. Hvernig sér þú fyrir þér framtíðina í íslenskri ferðaþjónustu? Hvar eru tækifærin, hvar eru helstu áskoranir að þínum mati? Ég myndi segja að helstu tækifærin séu í því að við höfum upp á svo margt að bjóða. Við erum auðvitað með einstaka náttúru. Við eigum ótrúlega mikið inni í allri menningatengdri ferðaþjónustu sem við eigum að gera miklu meira í. Við eigum að vera óhrædd við að gera kröfur. Við eigum að vera óhrædd við að segja að fjöldi ferðamanna er ekki það sem skiptir öllu máli, heldur framleiðnin í greininni og verðmætin sem verða til. Og ég held að þessi svona sérstaða og fólkið, bara Íslendingar, þeir eru svo stór partur af ferðaþjónustunni og það skiptir líka máli þá hvernig við tölum ferðaþjónustuna og hvernig við tölum einhvern veginn okkur svona sem bara samfélag. Þannig að ég myndi segja að vera óhrædd við að gera kröfur og aftur þá það líka auðvitað áskorunin að við verðum dýr, erum dýr og verðum dýr. Það áskorun en við höfum þá að reyna að spila úr því eins og við getum.